Já, ok, takk. Við erum mættingað á Bessastaði, þar sem að hefjast síðasti fundur fráfarandi ríkisstjórnar og hér rennur í hlaði Kristján Þór Júlíusson. Hann að hætta í pólitík og segja skilið við ráðuneytið og Alþingi. Kristján Þór, hvernig leggst þessi dagur í þig? Frábærlega, þetta er ánægjulegu dagur. Hvað tekur við hjá þér núna? Ég ætla nú bara að njóta þess að fá að hugsa svona á mínum eigin forsendum og gera það sem er dettur til hugar. Njóta samvista við fjölskyldu. Gott að vera lausu stjórnmálanum? Það er bæði og, ég minna að þetta er búið að vera fínn tími og skemmtilegur og gefandi á margan hátt og svo eru bara önnur verkefni og aðrar áskoranir sem bíða. Hvernig líst þér á nýja ríkisstjórn? Mjög vel, þetta er bara mjög indælt að horfa á þetta hvernig málum er skipað. Hvernig líst þér á ríkisstjórnina nýju? Bara afskaplega vel. Ég þekki þetta fólk allt saman á góðu einu og treysti til góðra verka. Mjög ánægður. Takk fyrir það, Kristján Þór Júlíusson. Og Kristján Þór fer núna í síðasta sinn hér á Bessastaði sem ráðherra. Við erum sem sagt núna í beinni útsendingu inn á rúv.is hérna frá Bessastöðum. Þar sem að hefjast síðasti ríkisráðsfundur fráfarandi ríkisstjórnar. Síðan verður gert stutt hlé og síðan verður fundur nýra ríkisstjórnar og þá fer Kristján Þór Júlíusson út. Og inn koma þeir Willum Þór Þórsson og Jón Gunnarsson. Og við erum búin að fylgjast með þessari atburðarás í allan dag, alveg frá því að þingflokkarnir funduðu í morgun, þar að segja þingflokkar stjórnarflokkarnir. Formennirnir mættu á fundina til þess að tilkynna ráðherraskipan, þar að segja hverjir verða í ráðherraembættum í nýrri ríkisstjórn. Og við höfum verið að segja ykkur frá því í dag, síðan klukkan 1 lá leiðin á Kjarvalsstaði, þar sem að formenn stjórnarflokkarna undirrituðu stjórnarsáttmálann sjálfan. Það er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, það er Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og Sigurður Ingi Jóhannsson er ráðherra innviða ráðherra. En mér sýnist næsti ráðherra vera að mæta hérna til Bessastaða. Þeir koma hér hver á fætur öðrum og hér eru margir fjölmiðlar eru hérna. Og til þess að fylgjast með þessari atburðarás og hér er að renna í hlaðið maður sem að verður áfram ráðherra og nú verður hann ráðherra innviða. Það er Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, hér rennir í hlaðið. Það koma sennilega frá Kjarvalsstöðum. Mætir á rafmagnsbíl iðnaðarráðherra í innviða. Hvernig leggst þetta í þig? Já, mjög vel. Þetta er bara flottur dagur, spennandi verkefni framöndan, ítarlegur stjórnarsáttmáli og mjög spennandi ríkisstjórn síns mér. Hvað ætlar að vera þitt fyrsta verk? Það líka svona lengi yfir honum. Það var lengri. Hvert verður þitt fyrsta verk? Það verður náttúrulega að setjast bara yfir þessi nýju verkefni og átta sig á því hvernig við getum komið þeim inn í daglega rútínu í ráðuneytinu. Hvar með þú sitja? Ég mun sitja á sama stað, Sólvarsgötunni. Hvað með aðra ráður, verður einhverja breytingar á því húsa og ráðuneytinu húsa? Til að byrja með þá fara menn bara inn í þessi ráðuneyti og eins og við höfum sagt þá eru þetta það mikla breytingar að við munum þurfa að leggja fram þingsályktun á þinginu og í einhverju tilvikum er alveg ný ráðuneyti að ræða þannig að nei, það er ekki búið að hugsa alveg fyrir húsnæðismálum eða öðru slíku. Er það að fara að leggja fram fjárlagafrumvarpið á þriðjudag? Fjármálafrumvarp og nýja fjármálastefnu sem verður klára á þriðjudag. Takk fyrir þetta, Sigurður Ingi. Og þar með heldur Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, inn á Bessastaði, þar sem eftir örstutta stundir að hefjast ríkisráðsfundur og næsti ráðherra er að mæta hér til Bessastaða og þetta eru svo hljóðlátir bílar að við heyrum alla þegar þeir koma. Það eru margir komnir á rafmagnsbíla og ef að ríkisstjórnin ætlar að standa við þau markmið sem að þeir hafa sett sér í loftslagsmálum þá þurfa þeir nú heldur betur að gera það. Og hér er að koma Svandís Svavarsdóttir sem er nýr matvælaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Hún fer í nýtt ráðuneyti. Svandís Svavarsdóttir, hvernig leggst í þig að verða matvælaráðherra? Mér finnst það bara mjög spennandi. Ég er mjög spennt. Hvað er spennandi við það? Það er bara svo mörg tækifæri, bara fyrir landbúnaðinn og sjávarútveginn og við eigum svo stórkostlegt frumkvæði í öllum þessum greinum og mörg tækifæri. Þetta er auðvitað líka sterkt ráðuneyti varðandi loftslagsmálin og möguleika í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig að þetta er sterkt ráðuneyti fyrir grænan ráðherra líka. En sérðu ekki eftir heilbrigðisráðuneytinu, eru ekki endalaus verkefni sem eftir eru
þar og fælst það eitthvað vantraust í því að færa þið til? Nei, ég á eftir að sakna heilbrigðisráðuneytisins, ég á eftir að sakna minnisblaðana frá Þórólfi, ég fekk reyndar eitt mjög gott í gærkvöldi og SMS-ana frá honum fjölda smita og svo framvegis, þó maður vilji auðvitað helst að þau hætti að koma bara yfir höfuð, en það er búið að vera stórkostlega lærdómsríkur tími að vera í heilbrigðisráðuneytinu en verður ánægilegt að skila því til Willums sem er öflugur stjórnmálamaður. En er ekki erfitt fyrir nýjan mann að setja sig inn í svona flókin málaflokk? Þú hefur alltaf komist inn í öll þessi mál bara á fyrstu vikunni. Nei, þetta er nákvæmlega, þetta er stórt og mikið ráðuneyti sem að tekur náttúrulega yfir þjónustu sem kemur öllum við, þannig að þetta er risastór og mikilvæg málaflokkur fyrir allt samfélagið og tekur í raun og veru fjórðunga ríkisútgjöldunum, þannig að þetta er stór og mikilvæg málaflokkur og verður það áfram. Takk fyrir þetta, Svandís Svavarsdóttir sem fer hér inn á ríkisráðsfund og þá er næsti ráðherra í röðinni líka á hljóðlátum bíl, sýnist okkur. Sjáum ekki alltaf leið hver er að koma, þeir streyma hér hver á fætur öðrum. Og þetta var Svandís Svavarsdóttir sem verður ráðherra matvæla, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og líka fær hún einhver verkefni til sín úr umhverfisráðuneytinu. En hingað er mætt Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hún er líka að taka við nýju ráðuneyti, hún mun stýra nýsköpun, iðnaði og háskóla. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hvernig leggst í þig að fara í nýtt ráðuneyti nýsköpun, iðnaður og háskóla? Bara ótrúlega vel, þetta er bara nýtt ráðuneyti sem er einmitt búið til og þarf að fara að móta í kringum öllu tækifæri sem er í þessum geirum. Þannig að maður segja að þetta sé svona framtíðarráðuneyti. Sóttist eftir því? Ég sóttist eftir tækifærum og í þessari ríkisstjórn og heldur betur að fá þau. Hver er þessi tækifæri sem þú sér í þessum málaflokkum? Það eru þetta tæknibyltingar eiga sér stað, nýjar stóðir í samfélaginu, hugverk og fleira sem þetta muni falla undir, sem þetta áskoranir í háskólasamfélaginu og breytingar á vinnumarkað og fleira sem þetta tækni, nýsköpun, iðnaður, vísindi munu öll þurfa eiga svör við. Þetta verður skemmtilegra ráðuneytir dómsmálaráðuneyti, mörg leiðindamál í dómsmálaráðuneytinu? Þarna er auðvitað mikil dýnamík og mikið af verkefnum sem ég er mjög spennt að takast á við en er auðvitað líka afar sátt við þau ár sem ég fekk í dómsmálaráðuneytinu. Takk fyrir það, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og hún fer hér inn á Bessastæði og næstur hér í röðinni rennir hér í hlaðið Ásmundur Einar Daðason. Hann er líka að fara í nýtt ráðuneyti skóla og barnamála. Ásmundur Einar, hvernig leggst nýtt ráðuneyti í þig? Ég er bara mjög vel. Mér finnst þetta mjög spennandi og við höfum auðvitað verið að vinna að stórum breytingum í málefnum barna og þetta gefur tækifæri til að stíga enn dýpri og stærri skref í þeim efni. Þannig að ég vil eiginlega segja að þetta er í fullu samræmi við þær væntingar sem ég hafði og ég er mjög ánægður með þessa ríkisstjórn. Mér finnst þessi stjórnarsáttmáli framsækinn og öflugur og ég hlakka til að takast á verkefni framöndan. Hverjar eru áskoranirnar í grunnskólamálum til dæmis? Já, það er auðvitað þannig að ég hef nú lagt það í vana minn að vinna þétt með öllu því öfluga fólki. Við höfum gert það í barnavinnunni í félagsmálunum sem er á hverjum einasta degi að sinna okkar mikilvægustu borgurum þó að þeir gleymi stundum og ég mun fara inn í það með sama hætti þarna. Það er að ná að samþætta betur þjónustu við börn og barnafjölskyldur, bæta og betrumbæta skólakerfið og vinna það með öllu þessu öfluga fólki og ég hlakka til. Þórdís Kolbrún er mætt hérna líka. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara ótrúlega vel í mig. Af hverju? Áherslubreytingar í utanríkisráðuneytinu við að þangað kemur kona á nýjan leik? Ég held að alltaf með öllum mannabreytingu verði einhverjar áherslubreytingar en ég er að taka bæði mjög góðu búi og við erum með mjög sterka utanríkisstefnu en ég hlakka mig til að vera fulltrúi Íslands á alþjóðavettvangi og það eru auðvitað mörg spennandi verkefni framundan en líka margar áskoranir þannig að ég bara hlakka mjög til að fá að takast á þetta og svo setja mig svona dýpra inn í mál. Ég er auðvitað búin að sitja í ríkisstjórn í 5 ár þannig að ég er svo sem ágætlega inn í þessum málum en það er líka margt nýtt að læra. Það er að streyma hingað ráðherrarnir en hvert verður þitt fyrsta verk? Mér skilst að ég sé að fara til Ríga á morgun og þaðan til Stokkólms. Takk að kærlega fyrir þetta. Og hér rennur í hlaðið fjármálaráðherrann Bjarni Benediktsson. Við töluðum nú ítarlega við hann á Kjarvalsstöðum í dag. En Já, ég er alltaf með góð fjárlagafrumvarp. Það verður engin breyting. Við höldum okkar striki og höldum úti öflugri opinberri þjónustu með því að leyfa ríkissjóði áfram að vera í halla í nokkur ár og byggjum þannig áfram upp góð lífskjör. Gott að hrista svona þessi upp í liðin og færa það til í stólum?
Já, það eru mikla breytingar og það gefur ákveðin fersleika en það eru líka mikla væntingar að allt þetta umstang skili árangri og við aðlögum okkur betur að því samfélagi sem við erum að reyna að styðja við og móta. Við erum með mörg metnaðarfull markmið sem við viljum sjá ganga eftir. Takk fyrir þetta. Og hér kemur Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hann að skipta ráðuneyti og fara í félags- og vinnumarkaðsráðuneyti. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hvernig leggst í þig að vera að fara í nýtt ráðuneyti? Bara mjög vel, þakka þér fyrir. Hvað er spennandi við það? Já, það eru náttúrulega vinnumarkaðsmálin, það eru ýmislegt sem þarf að takast á við, svo ný starfskjaralög, það eru öryrkjamálin sérstaklega, það þarf að bæta kjör öryrkja og bæta kerfið sem við erum með í dag. Þannig að ég bara geng mjög kátur til þessara verka sjálfsögðu. Verkavinna. Mál hafa verið í síðustu ríkisstjórnar og þau koma svolítið inn á borð félagsmálaráðuneytisins. Vinstri grænir hafa nú reynt að vera sympatískir í málaflokki, verða breytingar? Já, ég er að vonast til þess að við getum ráðist í breytingar sem felast í aukinni atvinnuþátttöku fólks sem er að koma hingað til lands og náttúrulega við leggja á það áherslu að við tökum mjög vel á móti öllum þeim sem við erum að taka á móti. Þannig að við sjáum hvernig við spilum úr þessu öllu. Þetta er vissulega stór og mikill málaflokkur. Þetta Guðmundur Ingi Guðbrandsson og næst kemur hér á bíl með fána, það er forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir, hún kemur hér í bíl, það er búið að setja íslenska þjóðfánan. Þú ert að biðjast lausnar fyrir þig og ráðuneyti því þetta fyrra fundinu, leggst nýja ríkisstjórnin vel í þig? Já. Það eina svari, já. Já, ég var nú að spjalla við ykkur bara rétt áðan, það hefur ekkert breyst síðan þá. En hver verða 2-3 einkunnarorð þessara nýju stjórnar hafa þetta búið til einkunnarorð fyrir hana? Það er nú aldrei gott að búa með einkunnarorðum sjálfan sig. En ég horfi bara til þess sem er kannski fyrst á dagskrá í stjórnarsáttmálanum sem er það að við ætlum að vaxa til aukinnar velsældar og það í því felst í raun og veru inntak stjórnarsáttmálans. Takk fyrir kærlega. Og það er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem gengur núna inn á Bessastaði og hér kemur einn í viðbót og hér er það Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hún er að skipta ráðuneyti. Lilja Dögg, hvernig leggst þið í þig? Mjög vel. Að fara í nýtt ráðuneyti? Já, það verður spennandi að tengja saman viðskipti og menningu og ferðaþjónustu og eins og þið sjálfsagt vitið að þá eru þetta greinar þar sem COVID-ið, það eru áskorunar tengdar því, þannig að ég hlakka til þess að vinna þessu og framgangi þessara málaflokka. Sóttist þú eftir þessu? Alls ekki, þetta tengist allt mjög vel og við erum auðvitað líka að hugsa svona að kynna menninguna betur á erlendri grundu og þannig að þetta er mjög spennandi. Sóttist þú eftir þessu ráðherraembætti? Já, það ger ég. Fyrir þetta. Og þá verður Lilja Dögg Alfreðsdóttir sem er að fara í nýtt ráðuneyti og hérna skulum við sjá þau koma hérna. Við förum núna inn, það er komin, rigningin er að gefa í hér á Bessastöðum, það er byrjað að skyggja og það rignir töluvert. Nú, það er hefð fyrir því þegar gestir koma á Bessastöði þá skrifa þeir í gestabókina sem að er hér og þau eru fyrst að taka af sér en Lilja er sem sagt að verða ráðherra menningar og viðskipta og ferðaþjónustan fyrir líka inn á hennar borð en hún var í utanríkisráðuneytinu. Þarna þurfum við að beygja okkur aðeins að því að og þarna erum við nú bara að fylgjast með fólk er að taka af sér yfirhafnir áður þau halda inn á ríkisráðsfund með forseta Íslands Guðna T.H. Jóhannessyni og eins og við sáum hérna í byrjun þessar útsendingar að það var að Kristján Þór Júlíusson sem kom fyrstur hingað á vettvang og hann mun líka fara fyrstur og sé eiginlega varla neitt um gleraugunum því það er búið að rigna svo mikið úti en þetta er sem þetta að stokka allverulega upp í stjórnarráðinu eins og við sagðum ykkur frá fyrr í dag en þetta verða 12 ráðherrar, þeir eru 11 í dag þannig að á milli funda það er að segja fyrirfundina eins og seinni fundin þarf að bæta stóli á borðið vegna þess að það verða 12 ráðherrar, þetta verða 12 ráðuneyti í nýrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem er að taka við völdum hér á landi í dag og það kom fram hjá Sigurði Inga hérna rétt áðan að fjárlagafrumvarpið verður og fjármálastefnan verða lögð fram á þriðjudaginn, það er að segja á þriðjudaginn sem er 30. nóvember
Og þarna nú einhver ráðherra að koma líka enn, sýnist, eða einhver að renna hér í hlaðið. Nú þurfum við að hugsa hratt hver hafi verið, það er Guðlaugur Þór og Hannen og heldur betur að skipta ráðuneyti. Guðlaugur, hvernig leggst nýtt ráðuneyti í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Þetta bara mikill heiður að fá að sinna þessum mikilvægasta málaflokki. Er þetta málaflokkur framtíðarinnar? Nútíðar og framtíðar og auðvitað hafa umhverfismálun alltaf verið okkar helsta hagsmunamál, okkar Íslendinga. Við höfum kannski ekki talað mikið það, en aldrei meira nú. Hvað verður þitt fyrsta verk? Það af mörg að taka. Það sé ekki fyrsta verkið eins og alltaf að setjast niður með starfsfólkinu og kynnast því. Því að maður gerir ekkert einn og það er afskaplega mikilvægt að vera með góðu fólki. Og markmiðin í stjórnarsáttmálunum verður háleit? Þau eru það og það er engin vafi, þetta eru krefjandi verkefni en ég hlakka til að takast á við þau. Heldur það verið erfitt að taka þjóðgarðsmálin á sínar herðar og koma þeim heilum í höfn og rammaáætlun? Ef ekki bara segja þetta séu krefjandi og skemmtileg verkefni. Er þetta uppbóðsverkefni að taka við hjá þér? Ég alltaf láti umhverfismál mig varða, alveg bara frá því að ég byrjaði í stjórnmálum. Þannig að ég hef nú alltaf haft augun á þessu málaflokki og þannig að ég er nú mjög spenntur að fá að takast á við þau, sérstaklega á þessum tímum. Þetta var þetta og er áhersla í okkar utanríkisstefnu þannig að ég nú sinnt þessu sem utanríkisráðherra og þarna eru mál sem að ráðuneytið þurfa að vinna saman með, bara eins og norðurslóðamálin og ýmislegt fleira. Þannig að ég er bara fullur tilhlökkunar. Takk fyrir þetta, Guðlaugur Þór. Passa bara snúruna. Það væri nú eftir. Þarna vorum við nú næstu búin að fella nýjan ráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, sem að taka við umhverfismálum og loftslagsmálum. Hér skrifar hann í gestabókina. Og Svandís Svavarsdóttir fer inn, hún hefur gegnt embætti umhverfisráðherra frá 2009 til 2013. En nú styttist í að ríkisráðsfundurinn byrji og við megum fara inn í salinn og taka mynd við upphaf þess fundar og síðan gerum við þá einhvers konar hlé á þessari útsendingu meðan sá fundur er og síðan verður það Kristján Þór Júlíusson sem að yfirgefur þann fund fyrstur en í millitíðinni munu koma hingað þeir Willum Þór Þórsson sem verður nýr heilbrigðisráðherra og Jón Gunnarsson sem verður nýr dómsmálaráðherra. Þannig að þeir koma nú sennilega bara eftir örstutta stund. Við erum með þetta svona á blaði að því við erum rétt að læra það hvaða ráðherraembætti þetta er og hver fer með hvaða ráðuneyti en þetta lærist nú sennilega á næstu dögum. En við bíðum eftir því að það verði opnað. Okay. Heyrur í mér, Rúnar? Þetta er alveg nýtt sko, það er ekki gert. Já, við erum aftur hér inn á Bessastöðum, við erum að bíða eftir því að fá að fara hér inn í stóra salinn. Við reiknum nú með því að ríkisstjórnin sé nú bara að koma sér fyrir við þetta fræga ríkisráðsborð þar sem Guðni T. H. Jóhannesson, forseti Íslands, situr við borðendan. 11 ráðherrar sitja við þetta borð núna og við erum búin að vera að heyra í þeim ráðherrum sem hafa hingað hafa streymt, hvernig leggist í þau ný embætti og ný ábyrgð
manni heyri svona rauði þráðurinn vera að það tala flestir að þetta séu miklar áskoranir og mikil tækifæri sem felist í því að taka við þessum nýju ráðuneytum og flestir eru bara að fá sitt drauma ráðuneyti. Nú síðast Guðlaugur Þór Þórðarson sem segist lengi hafa horft til þess að taka á umhverfis- og loftslagsmálum sem eitt aðal mál þessara ríkisstjórnar í nýjum stjórnarsáttmála sem var kynntur á Kjarvalsstöðum klukkan 1 í dag. Það er að segja loftslagsmálin, heilbrigðismálin, öldrun þjóðarinnar og tæknimálin svo fátt eitt sé talið en stjórnarsáttmálin er mjög ítarlegur og gefin út í svona hálfgerður doðrantur í bók og hægt að kynna sér hann inn á sennilega heimasíðu stjórnarráðsins og inn á rú.is þar sem við erum nákvæmlega núna í þessari beinu útsendingum. Við bíðum eftir því að vera kölluð þarna inn í salinn til þess að fá að mynda fráfarandi ríkisstjórn, þar að segja þetta er síðasti fundur þessarar ríkisstjórnar og við tekur svo hinn í að báðar eru þetta ríkisstjórnir Katrínar Jakobsdóttur sem að tók fyrst við 30. nóvember árið 2017 þegar að þessi þrír flokkar hófu sitt stjórnarsamstarf sem var í kjölfar kosninga eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar sprakk fyrirvara lítið í miðri umræðu fjárlög næsta árs. En nú verður fjárlagafrumvarpið lagt fram á þriðjudaginn og fjármálaáætlun líka og þann sama dag þetta verður enn eitt framhaldið á þingsetningarfundi og síðan er búist við því að forsætisráðherra flytji stefnuræðu sína á Alþingi á miðvikudagskvöldi sem er 1. desember. Það er hefð fyrir því að halda ekki þingfund þann 1. desember á fullveldisdaginn en í COVID-ástandi þá breytist nú margt þannig að það er búist við því að stefnuræðan verði á miðvikudagskvöldi 1. desember og síðan verði fjárlagafrumvarpið rætt á Alþingi á fimmtudag og föstudag eins og hefð er fyrir að gefa því frumvarpi 2 daga. En það styttist nú sennilega í það að við fáum að fara hér inn í stórasalinn, það er ennþá lokuð hurðin, en það styttist sennilega í að við fáum að fara inn og mynda þennan ríkisráðsfund, síðasta fund fráfarandi ríkisstjórnar og síðasta skipti sem Kristján Þór Júlíusson situr við þetta borð, allavega í þetta skipti. Hvað svo sem verður í framtíðinni, hann sagði áðan þegar við töluðum við hann hérna á tröppunum að framtíðin veri óráðin og nú ætlaði hann bara njóta þess að vera ekki í stjórnmálunum og væri ekki búin að ákveða hvað hann ætlaði að taka sér fyrir hendur. Og nú styttist nú sennilega í að okkur verið hleypt inn til þess að taka mynd. Það er eitthvað óljóst með það hvort við fáum að fara inn og taka mynd. Það myndi nú vera afar óvinnilegt ef það er staðreyndin. Fjölmiðlar fái vilt alltaf að fara og taka mynd af ríkisráði funda á Bessastöðum. En við skulum bara hinkra aðeins lengur og sjá hvað styttur.
Já, og nú breytist planið þannig að við megum sem sagt fara hingað inn í stóra salinn á Bessastöðum til þess að mynda fráfarandi ríkisstjórn á sínum síðasta fundi. Og hér förum við inn í stóra salinn þar sem að við sjáum fráfarandi ríkisstjórn sitja hér við borðið, Guðni T. Jóhannesson, forseti Íslands við borðendan. Og Kristján Þór Júlíusson situr þarna Bjarna Benediktssyni á vinstri hönd á sínum síðasta fundi og hér til hliðar er síðan Bryndís Hlöðversdóttir sem er ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu. Þetta eru 11 ráðherrar og eins og við segjum milli funda þarf að bæta við einum stóli vegna þess að ráðherrarnir verða 12 í nýrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Já, og við erum að taka myndir þarna af ríkisráðsfundinum. Við ætlum að gera hlé á þessari beinu útsendingu inn á RÚV.is á meðan ríkisráðið fundar. Það verður gert smá hlé á milli fundar, síðan ætlum við að reyna að ná tali af þeim Willum Þór Þórssyni og Jóni Gunnarsssyni þegar þeir koma til næsta fundar sem verða nýjir ráðherrar í ríkisstjórninni. Svo getum við farið að rifja upp með okkur hvaða ráðherrar það eru sem eru í ríkisstjórninni og svo eins og fram kom í máli okkar fyrir í dag þegar við tökum Bjarna Benediktsson formann Sjálfstæðisflokksins að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn og Bjarni stungið upp á því að Birgir Ármannsson verði næsti forseti Alþingis og það verður kosið það á þingfund á þriðjudaginn þegar fjárlagafrumvarpið verður lagt fram. En við ætlum að gera stutt hlé núna á meðan ríkisráð fundar hér á Bessastöðum.
dómsmálaráðherra þegar hann hófst, en klukkan 4 á slaginu 4 á að hefjast ríkisráðsfundur flokksins. Hann búinn að vera ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, þar sem 12 ráðherrar með ríkisstjórn hann stend sem að verða heilbrigðisráðherra. Við erum aftur komin hingað inn á Bessastaði, þar sem við erum að bíða eftir því að við erum aftur komin hingað inn á Bessastaði, þar sem við erum að bíða eftir því að henni nýju ráðherrar í nýrri ríkisstjórn komi hingað til Bessastaða. Það eru þeir Willum Þór Þórsson sem að verða heilbrigðisráðherra og Jón Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki, sem að verða dómsmálaráðherra. Við heldum að þeir væru að renna hérna í hlað, en svo reyndist ekki verða, heldur þeir var þetta blaðamaður sem var að koma hér með leigubíl. En ríkisráðsfundurinn hjá fráfarandi ríkisstjórn, hann stendur enn yfir hérna á Bessastöðum í stóra salnum, líkt og við sýndum ykkur áðan þegar hann hófst. En klukkan 4 á slaginu 4 á að hefjast ríkisráðsfundur nýrrar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, þar sem 12 ráðherrar munu sitja við borðið. Og við fylgjumst bara með bílunum vera að koma hérna. Willum Þór Þórsson er þingmaður Framsóknarflokksins. Hann búinn að vera formaður fjárlaganefndar síðustu 4 árin og síðustu dagana eða frá kosningum er hann búinn að vera starfandi forseti Alþingis. Hann er að verða heilbrigðisráðherra og það nú svo lítið liðið síðan að Framsóknarmenn réðu ríkjum í heilbrigðisráðuneytinu. Jón Gunnarsson var ráðherra árið 2017, það er að segja í stuttum líftíma ríkisstjórnar þá Bjarna Benediktssonar, formann Sjálfstæðisflokksins. Það var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar sem hafði einungis eins þingmanns meirihluta og hún kolféll miðjan september þegar fjárlagaumræðan var í miðju kafi. Þá sprakk ríkisstjórnin og þess vegna var boðað aftur til kosninga í árið 2017 í lok október. Og það var kosið í lok október líka árið 2016 eftir að það er árið sem að Panama-skjölin voru gerð opinber og það var ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem að þar stytti kjörtímabilið og það var kosið í lok október. Þannig að þetta er þriðja skiptið í röð sem er kosið að hausti. Það er að segja og nú var kosið í lok september, en það er 2016, 17 og núna 2021 er kosið að hausti. Og forseti Ísland sagði það einmitt í ræðu sinni í vikunni þegar hann setti Alþingi að það veri kannski umhugsunarefni hvort að það sé rétt að setja Alþingi að hausti og hvort að stjórnmálamenn ættu kannski taka það til endurskoðunar. En við bíðum eftir því að nýju ráðherrarnir komi og sennilega mun þá Kristján Þór Júlíusson fara. Nú eins og við hefum sagt ykkur frá þá halda Vinstri græn sínum 3 ráðherrastólum. Katrín Jakobsdóttir fer fyrir ríkisstjórninni og er í forsætisráðuneytinu. Svandís Svavarsdóttir, hún er að yfirgefa núna heilbrigðisráðuneytið og hún verður matvælaráðherra. Hjá henni verða þá sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin en einnig skógrækt og fleira sem lýtur að umhverfismálum. Hún ætti nú að þekkja það til vegna þess að hún var umhverfisráðherra 2009 til 2013 í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, varaformaður Vinstri grænna, hann fer úr umhverfisráðuneytinu og gerir svona ráðherra félagsmála og vinnumarkaðsmála. Og eins og hann sagði okkur hér þegar hann kom til fundar áðan að þá finnst hún þetta mjög spennandi málaflokkur. Eins og fleiri sagði hann að vera mjög margar áskoranir en hann hlakkar til að takast á við þau verkefni en það munu blasa stór verkefni við vinnumarkaðnum núna á næsta ári. Ráðherrum Framsóknarflokksins fjölgar 1. Það er að segja að þau eru áfram ráðherrar Sigurður Ingi Jóhannsson formaður, Lilja Dögg Alfreðsdóttir varaformaður og Ásmundur Einar Daðarsson. En eins og við sögðum, Willum Þór Þórsson, hann bætist í hópinn og verður heilbrigðisráðherra. Sigurður Ingi Jóhannsson verður innviðaráðherra þar sem að hann situr áfram í sínu ráðuneyti á sama stað en bætir nær í fleiri málaflokka og verður þar mun stærra ráðuneyti. Og Lilja, hún fer úr menntamálaráðuneytinu sem að nú hefur verið brotið upp. Margir voru búin að giska eða svona geta sér til þess að Lilja fær í utanríkisráðuneyti þar sem hún þekki nú vel til þar af því hún var kölluð þar til starfa árið 2016 þegar Gunnar Bragi Sveinsson, þáverandi utanríkisráðherra, var kallaður til starfa í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherranu og ráðuneytinu og þá var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson búinn að segja af sér sem forsætisráðherra og Sigurður Ingi Jóhannsson orðin forsætisráðherra. En hún verður sem sagt ráðherra menningar og viðskipta og ferðaþjónustan
verður líka á henni og hún sagðist full tilhlökkunar þegar við töluðum með hana hér þegar hún kom til fundar á Bessastöðum. Við erum núna inn í andirinn hérna á Bessastöðum vegna þess í millitíðin síðan við vorum með ykkur síðast þá er komin hér úrhellisrigning þannig að Viðar Hákon tökumaður sem er með mér hérna hann brá sér aðeins út áðan og það var svona hefði farið í sturtu. Það er svo mikil rigning hérna á Bessastöðum þessa stundina. En Sjálfstæðisflokkurinn heldur líka sínum 5 ráðherrum, 5 ráðuneytum og að auki fær Sjálfstæðisflokkurinn embætti forseta Alþingis og eins og Bjarni Benediktsson formaður flokksins sagði við okkur fyrir í dag að þá hefur hann stungið upp á því að það verði Birgir Ármannsson og það verður þá kosið það á framhaldsþingsetningarfundi á þriðjudag þegar fjárlagafrumvarpinu verði dreift hvort að hann verði kosinn forseti Alþingis. En Bjarni verður áfram í fjármálaráðuneytinu sem fjármálaráðherra. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sem er búin að vera í iðnaðar, nýsköpunar og ferðamálaráðuneyti, hún verður utanríkisráðherra. Hún er spennt að taka við því, sagði hún okkur hér rétt áðan og hún sagðist ekki vita betur að hún væri að fara til Ríga á morgun og síðan til Stokkólms. Það verða fyrstu verkefnin hennar. Guðlaugur Þór Þórðarson, hann fer úr utanríkisráðuneytinu og verður núna ráðherra umhverfismála og loftslagsmála sem hann segist alltaf hafa horft til og viljað fá. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hún fer úr dómsmálaráðuneytinu þar sem hún er búin að vera núna síðan 2019. Hún tók við því hausti 2019. Það var í kjölfar þess að í mars það ár þegar Sigríður Á Andersen sagði af sér sem dómsmálaráðherra. Áslaug Arna verður ráðherra nýsköpunar, iðnaðar og háskóla. Nýtt ráðuneyti, stór málaflokkur og síðan er það Jón Gunnarsson sem er að koma inn í ríkisstjórnina sem dómsmálaráðherra. Hann var einmitt ráðherra í ríkisstjórn árið 2017 en Bjarni Benediktsson tilkynnti það líka í dag að miðju kjörtímabili myndu verða vistaskipti. Það er að segja Guðrún Hafsteinsdóttir sem er oddviti sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi að hún tekur þá við af Jóni. Þannig að það eru 2 þingmenn sem skipta þessu ráðuneyti með sér á kjörtímabilinu sem er að hefjast. Og eins og við sagðum ykkur líka frá í stjórnarsáttmálanum fyrir í dag að þá segja þau oddvitar flokkana, formir flokkana að hann beri þessu þetta merki að þau hafa unnið saman í 4 ár þannig að þau kunna orðið nokkuð vel á hvort annað en aðal áherslan rauður þráður í stjórnarsáttmálanum eru loftslagsmálin, heilbrigðismálin, öldrun þjóðarinnar og tæknibreytingar. Já, hér er nú að renna í hlaðið. Nei, það er verið að sækja Kristján Þór Júlíusson. Þannig að það er ekki ráðherra sem er að koma. Heldur Kristján Þór Júlíusson, nú er hann að fara hérna. Síðasti ríkisráðsfundurinn í bili, hvernig gekk þetta? Þetta var indælt, gekk mjög vel. Heldur það verði eftirsjá? Verður eftirsjá hjá þér? Já, eftir þessu góða fólki. Það er bara, tekur annu gleði við. Ertu búin að ákveða hvað það er að gera? Nei. Gengum að glaður og sæll út í lífið eftir yndislegan og góðan tíma. Kristján Þór Júlíusson, takk fyrir þetta. Og þar fer hann sæll og glaður út í lífið eins og hann sagði sjálfur og búin að yfirgefa sinn síðasta ríkisráðsfund í bili allavega. Nú er gert hlé á þessum fundahöldum í Stórasalnum þannig að það þarf að ná í auka stól vegna þess að ráðherrar í nýrri ríkisstjórn eru 12. Já.
Já, og hér að renna í hlaðið, myndum við reikna með, nýr ráðherra, við sjáum ekki alveg inn í bílinn, ég ætla nú að líta, og 2 bílar að renna í hlaðið hér á Bessastöðum. Og nú að sjá hverjir þetta eru. Hér í fyrri bílnum, nú kemur í ljós hver þarna inni. Og við sjáum það ekki alveg strax. Þetta Willum Þór Þórsson, hann nýr heilbrigðisráðherra. Willum Þór Þórsson, þú ert að verða nýr heilbrigðisráðherra, getur þið sagt okkur hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Þetta stór og flókin málaflokkur, hvað verða þín fyrstu verk? Þetta mikið að meðtaka og nú var ég bara að lesa stjórnarsáttmálann, núna rétt í þessu og áður en ég kom hingað og svo verð ég bara að hitta fólki í ráðuneytinu og leggja af stað. Ég sá haft eftir einhvers staðar að þú hefur áform að setja stjórn yfir Landspítalann, verður það kannski þitt fyrsta verk? Já, það í stjórnarsáttmálanum og ég vil nú taka það fram að það til stuðnings starfsfólki og stjórnendum og okkur öllum til heilla. Hvernig líður þér með þetta? Er þetta eins og þú sést að fara í bikarúrslitaleik? Nokkurn veginn þannig, já. Það er mikil eftirvænting og fiðringur, mikið að meðtaka. Þannig að því leitinu það ekki ólíkt. Þannig að þú ætlaði í sigur? Ó, já. Willum Þór Þórsson, takk kærlega fyrir þetta. Takk. Hamingju með daginn. Og næstur inn Jón Gunnarsson. Hann að vera dómsmálaráðherra, hann nú ekki óvanur að koma á tröppurnar. Hann var síðast samgönguráðherra þegar hann var í ríkisstjórn. Jón Gunnarsson, þú ert að verða dómsmálaráðherra í ríkisstjórn, þú varst í samgönguráðuneytinu síðast, hvernig leggst þetta í þig? Bara vel, ég verð á sömu hæðinni. En hver verða svona þín, hver eru brýnustu verkefnin? Þau eru mörg og ég mun bara setjast yfir það núna í vikunni og fara svona að sjá hvernig málin standa og setja mig í gírinn. Var þetta ráðuneyti sem þú sóttist eftir? Nei, ekki sérstaklega. Ég var nú að segja að það komi frekar óvart þetta ráðuneyti en ég er bara þakklátur fyrir trausti frá þingflokknum og formanni flokksins að treysta mig fyrir þessum mikilvægum málaflokkum. Ertu ánægður með stjórnarsáttmálann? Já. Auðvitað er margt í honum sem maður hefði viljað sjá með öðrum hætti en þetta er 3 flokka ríkisstjórn og þetta ber keim af því og bara fín málamiðlun. Jón Gunnarsson, takk hérlega fyrir þetta. Og Jón Gunnarsson kom síðast 2017 þegar hann var samgönguráðherra en nú er hann að taka við í dómsmálaráðuneytinu. Verður þar allavega í 2 ár, samkvæmt því sem tilkynnt var hér í morgun. Og þá er það Guðrún Hafsteinsdóttir oddviti í Suðurkjördæmi sem að og nú bíða þeir eftir að fara hér inn á ríkisráðsfundinn þar sem að núna klukkan 4 mun ný ríkisstjórn taka við og eins og Willum Þór Þórsson var að segja sem að verða heilbrigðisráðherra að hann sagði að þetta væri ekkit ósvipuð tilfinning eins og að fara í bikarúrslitaleik og svona fiðringur og eftirvænting þetta af nóg að taka í heilbrigðisráðuneytinu og sama má segja Jón Gunnarsson segist bara eftir að kynna sér þetta sérstaklega þennan málaflokk. Hann var í samgönguráðuneytinu árið 2017 þegar hann var ráðherra síðast, nú er hann að fara í dómsmálaráðuneytið. Það er verið að bæta við einum stóli við borðið hérna í Stórasalnum á Bessastöðum. Það eru 12 ráðherrar í nýrri ríkisstjórn. Kristján Þór Júlíusson er farinn héðan frá Bessastöðum eftir að hafa verið ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarmála á þessu kjörtímabili og hann hefur reyndar gert fjölmörgum öðrum ráðherraembættum meðal annars verið heilbrigðisráðherra. En ég hugsa nú að við ætlum bara að hinkra núna eftir því að við fáum að mynda nýja ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hér í Stórasalnum eftir stutta stund.
og fjárlög í þessa. Stórverkefni sem bíða, ekki bara þessar nýju ráðherra heldur. Já. Stórverkefni sem bíða, ekki bara þessar nýju ráðherra heldur. Já, þarna skrifar Willum Þór Þórsson í gestabókina sem hefðir fyrir hér á Bessastöðum og svo fer hann þarna inn til þess að fá sér sæti við stóra borðið þessum 12 ráðherrar sitja núna. Jón Gunnarsson er líka komin hingað til Bessastaða og þeir bíða nú eftir því að setjast við ríkisstjórnarborðið. 12 ráðherrar, 11 í fráfarandi ríkisstjórn og við reiknum nú með því að lyklaskiptin þau fari ekki fram fyrir á morgun á mánudag og svo verður nóg að gera fyrir ríkisstjórnin í þessari viku með því að leggja fram fjárlagafrumvarpið á þriðjudaginn og fjármála áætlun og þá verður líka kosið í fastanefndir þingsins og forseti Alþingis á miðvikudagskvöldið flytur Katrín Jakobsdóttir stefnuræðu sína og svo á fimmtudag og föstudag verður fjárlagafrumvarpið rætt á Alþingi þannig að ríkisstjórninni og Alþingi í heild sinni er ekki til setunar boðið núna rúmum 2 mánuðum eftir alþingiskosningar en að spýta í lófana og þetta verk að vinna að klára fjárlagafrumvarpið fyrir áramót. Við erum að biðja eftir því að það verði kallað í okkur. Hér er hópur af fjölmiðlafólki frá öllum fjölmiðlum á Íslandi, ljósmyndarar og blaðamenn til þess að svona festa þessa sögulegu viðburði á mynd og þarna eru líka fulltrúar frá erlendri pressu þannig að það er mikið að vera hér á Bessastöðum í dag. Svo er spurningin, það er hefð fyrir því að taka mynd af nýrri ríkisstjórn út á tröppum á Bessastöðum. Það er byrjað að skyggja og eins og við sögðum ykkur áðan þá er úrhellis rigning úti, það er næstu því eins og að verið styrtu að fara hérna út þannig að við vitum ekki hvort að myndin verður tekin á tröppunum en það kemur í ljós fyrir henni seinna. En við erum að bíða eftir því að fá að fara hérna inn í stóra salinn og taka mynd af nýrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Það sem eru 12 ráðherrar, það eru 3 ráðherrar frá Vinstri grænum, það eru 4 ráðherrar frá Framsóknarflokki og 5 frá Sjálfstæðisflokki og að auki fær Sjálfstæðisflokkurinn embætti forseta Alþingis. Þetta er svona í hlutfalli við stærð flokkana og hjá Framsókn er það auðvitað kosningasigur þeirra í kosningunum 25. september síðastliðinn. En við bíðum núna bara eftir því að þessi hurð verði opnuð og við förum inn og tökum mynd af nýrri ríkisstjórn sem er að taka við völdum í dag, sunnudaginn 28. nóvember, það er fyrsti sunnudagur í aðventu. Ekki veit ég hvort að ríkisstjórnin verði kölluð aðventustjórnin. Oft þá nú ríkisstjórnir einhver nöfn, Viðeyjarstjórnin og fleiri, en það skal ekki gott vera og eins og Katrín Jakobsdóttir sagði hérna á tröppunum við okkur þegar að hún kom að það væri ekki gott að vera að setja sjálfum sér einkunnarorð þegar hún var spurð það hver eru einkunnarorð þessara ríkisstjórnar. En rauði þráðurinn allavega í nýjum stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar eru loftslagsmálin, heilbrigðismálin, öldrun þjóðarinnar og tæknibreytingar. Og það er búið að stokka allir verulega upp í stjórnarráðinu, það verður að búa til nýja ráðuneyti, færa verkefni á milli. Í rauninni það eina sem er eins er að formenn stjórnarflokkarna eru í sínum ráðuneytum en Sigurður Ingi Jóhannsson er í nýju innviðaráðuneyti sem er töluvert stærra ráðuneyti en það samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sem hann er búinn að vera ráðherra í núna. En við bíðum eftir því að fá að fara hérna inn, hengrum bara eftir því.
Já, komið sæl á ný. Við erum komin hér aftur á leiðinni í Stórasalinn á Bessastöðum þar sem er ríkisráðsfundur að hefjast. Ríkisráðsfundur, fyrsti fundur ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og það var gert samkomulag hérna núna að ljósmyndarar þeir fá að taka myndir hér fyrst og síðan eru það kamerur. Við. Og svo er komið að okkur með, eins og þið sjáið á, það er hópur af ljósmyndurum þarna sem er að mynda. Og þarna situr 12 manna ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og nýir við borðið Jón Gunnarsson og Willum Þór Þórsson sem Willum er að sitja sinn fyrsta ríkisstjórnarfund og við ríkisráðsborðið fræga hér á Bessastöðum og Jón Gunnarsson hefur nú setið hérna áður eftir því sem vorum að rifja báðan að hann var samgönguráðherra árið 2017 í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sem að lifði ekki lengi sprakk miðjan september. Og hér nálgust við þau og hér sjáum við fremstir sitja þeir Willum Þór Þórsson og Jón Gunnarsson. Síðan er það Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásmundur Einar Daðason, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Svandís Svavarsdóttir og Bjarni Benediktsson. Og hinum yfir borðið, forseti Íslands yfir borðendan, síðan er það Katrín Jakobsdóttir, enda er þetta hennar ríkisstjórn, Sigurður Ingi Jóhannsson við hliðina á henni, Guðlaugur Þór Þórðarsson, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Jón Gunnarsson, nýr dómsmálaráðherra hér fremstur og Willum Þór Þórsson, nýr heilbrigðisráðherra, beint á móti honum. Og það er Bryndís Hlöðversdóttir ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu sem er þarna fyrir aftan. Og nú geta þau hafið fundinn. Og verða hér í smástund. Við vitum ekki ennþá hvort það verður hefðbundin mynd tekin hér á tröppunum á Bessastöðum ef að rigningin er jafn mikil og hún er núna eins og hellt úr fötu og það er byrjað að skyggja hér á Bessastöðum eins og sennilega annars staðar á Íslandi en ég held að við segjum þetta gott hér í beinni útsendingu. Það er ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem er að taka hér við völdum í dag 28. nóvember árið 2021. Það er fyrsti sunnudagur í aðventum. Það eru 12 ráðherrar í þessari ríkisstjórn, 3 frá Vinstri grænum, 4 frá Framsóknarflokki og 5 frá Sjálfstæðisflokki. Lyklaskipti fara fram á morgun þar sem þarf að skipta lykla og fylgja nú allar góðar óskir þessu fólki. Kristján Þór Júlíusson er búinn að yfirgefa stjórnmálin, fór héðan frá Bessastöðum rétt áðan og hlakkar til að takast á við ný verkefni. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, segjum bara verið sæl.